Þetta Hafraþorp, þar sem Blámann litli á heima, hjá móður sinni henni frú Magnhildi. Einn laugardaginn komu Elísabet Leiknisdóttir og Raggi Rauðmagi að heimsækja Blámann litla, en þau bestu vinir hans. Í dag skulum við fara niður á, sagði Elísabet. Þú passar bara að koma á réttum tími í te, drengur minn, sagði frú Magnhildur, og dött ekki í ána. Hún var nú ekkert hrædd Blámann í alvöru þótt hún segði þetta. Öll börnin eru flugsynd og Blámann litli feikilega góður í sundi. Þegar þau komu niður á ánni fóru Elísabet að leita blómum sem hún gæti teiknað í vinnubókina sína, en Blámann og Raggi lágu á bakkanum og reyndu að koma auga á fisk niður í vatninu. Þá kom Völundur vinur þeirra arkandi. Völundur kennir smíðar við iðnskólann. Ég hitti fyrir að giftist hann kennslukonunni þeirra, henni fröken Glömvöru, svo að núna hún kölluð frú Glömvör. Hvert þetta fara, Völundur? Spurði Blámann litli. Megum við koma með þér? Hann var orðinn hálfur leiður á að glápa á fiska. Völundur hugsaði sig smástund og sagði svo. Getið þið þagað yfir lindamáli? Já, sögðu öll. Og hann sagði þeim að hann væri að fara að líta á gamlan fljótabát sem hann væri að hugsa að kaupa til að gefa inn í Glömvöru sinni á 2 ára brúðkaupsafmælinu þeirra. Þegar þau komu að bátahöfninni fór Völundur inn í skýli til að tala við bátasalan, en börnin skoðuðu bátana. Þegar Völundur kom út aftur var hann ljómandi af ánægju. Jæja, ég hef búin að kaupa bátinn, sagði hann. Hann þarna inni. Börnin voru alveg hissa á að báturinn skyldi vera inn í skýlinu en ekki út á vatninu. Hann ekki sjóklár, sagði Völundur. Ég þarf að lagfæra hann heilmikið áður en ég get sett hann á flot. Megum við hjálpa þér að gera hann sjókláran? Spurði Blámann litli. Okkur þætti gaman að eiga svolítinn þátt í gjöfinni handa fröken handa frúnni. Elísabet virti bátinn vandlega fyrir sér. Það ekki neinn gluggatjöld, sagði hún. Mamma getur saumað gluggatjöld, sagði Blámann litli. En svo óskaði hann þess að hann hefði ekki sagt þetta því að mamma hans var ekkert mjög lagin að sauma. Völundi leist mjög vel á að þau hjálpuðu honum við bátinn. Það voru bara 3 vikur fram að brúðkaupsafmælinu. Blámann litli var svo spenntur að hann hafði varla lyst á neinu þegar hann kom heim. Honum tókst þó að pína í sig nokkrum baunum og ristaðri brauðsneið, tertusneið, banana og mjólkurglasi. Hann vissi að hann mátti segja mömmu sinni leyndarmáli því að hann þyrfti hvort þið var að biðja hann að sauma gluggatjöldin. Látum okkur nú sjá, sagði frú Magnhildur. Og hvað ætli ég einu sniðugt í saumakörfunni mínu? Hún var mjög upp með sér að vera beðin þetta, en vissi að hún yrði að biðja vinkonu sína hana ungfrú Bóthildi að hjálpa sér. Ungfrú Bóthildur var saumakona. Þú verður að mæla gluggana, drengur minn. Kýraugu, mamma. Þeir heita kýraugu, sagði Blámann litli. Hann mundi að Völundur hafði notað þetta orð á heimleiðinni. Mér alveg sama hvað þú kallar og ég þarf bara að fá málin á þeim. Og kláraðu nú að borða. Næstu 2 helgar unnu þau af kappi við bátinn. Völundur bikaði hana neðanverðu svo hann læki ekki þegar hann fær á flot. Elísabet hjálpaði Blámanni litla að mæla kýraugun, hún var mjög dugleg stúlka. Og Raggi Rauðmagi hjálpaði Völundur að saga við, svo hann gæti gert tilfarið. Svo fenguðu öll sandpappír, pensla og stórar málningadollur og fóru að mála bátinn að utan. Blámanni litla fannst það mjög gaman. Þegar hann að lita í litabókina sína Elísabet alltaf að segja honum að hann megi ekki lita út fyrir stríkin. En það lítil hægt á að fara út fyrir þegar maður að mála bát. Þá kom Hrappur Vestmann aðvífandi. Hann á heim í næsta húsi við Blámann litla og hálfgjörður vandræðagepill, þótt hann geti stundum verið skemmtilegur. Hann langaði auðvitað til að vita hvað var á seyði. Elísabet sagði hann mætti ekki segja neinum frá þessu, því að það væri leyndarmál. En ef hann vildi mætti hann þrífa káetuna. Ég ætla sko ekki að þrífa káetuna, sagði Elísabet. Það er stelpuverk. Hún heldur nefnilega að hún sé alveg jafn klár á strákarnir og hún það líka oftast nær og stundum meira sér klárari. En Hrappi virtist alveg sama hvort það var stelpuverk eða ekki. Ef hann var niður í káetu gátu þau hinn ekki sé hvað hann var að gera og hann gat hánsað eins og hann langaði til. Önnur helgin leið og þau voru enn ekki búin en það vantaði ekki nema herslumunnin.
Brúðkaupsafmælið var næsta laugardag og Völundur var búinn að leggja á ráðum hvernig hann ætti að koma Glaumvöru verulega á óvart. Hann ætlaði að segja að hann þyrfti að skreppa dálítið og á meðan hann væri í burtu átti frú Magnhildur að bjóða Glaumvöru heim til sín í te og stinga síðan upp á því að þær skrippu niður að ánni og þar átti báturinn að bíða. Blámann hélt að þessi laugardagur ætlaði aldrei að koma, en auðvitað rann hann upp eins og allir aðrir laugardagar. Þegar börnin kom á vettvang, hittu þau bátasalan og hann hjálpaði Völund að koma bátnum á flot. Allir borð, hrópaði hann. Þegar þau voru komin um borð, fóru þau öll í björgunarvesti. Svo setti Völundur vélin í gang og brátt þokuðust þau niður eftir ánni í átt til Hafraþorps. Ekki fer hann nú hratt, sagði Hrappur Vestmann, en það reyndar bannað að fara hratt eftir ánni. Hámarkshraði er 8 hnútar á klukkustund, sem er álíka á 14 km hraði. Völundur stýrði bátnum þangað sem þau ætluðu að leggja að landi. Raggi og Blámann stukku upp á bakkann með landfestarnar og Hrappur Vestmann tók sleggju og rak hælan eins langt niður í jörðina og hann gat. Völundur kenndi Elísabet að binda bátinn með sjómannahútum og svo sagði hann: Ég býst við ykkur langi í gos eftir þetta allt saman. Ég ætla að skreppa inn í Hafraþorp og sækja nokkra flöskur. Þið skulu vera hér og líta eftir bátnum en snertið ekki vélin og fylltið ekki neinu. Þegar hann var nýfarinn fóru að hrannast upp svört ský á himninum og brátt var komið dynjandi slægveður, svo að börnin flýttu sér niður í káet og lokuðu að sér. Báturinn fór að rugga og Blámann litli var hálsmeykur að nú yrði hann sjóveikur. Allt í einu æpti Hrappur Vestmann: Við erum komin af stað! Og mikið rétt. Trén á bakkanum runnu hægt og hægt fram hjá kýraugunum. Þau hlupu upp á þilfar og sá að báturinn var komið nokkra metra frá árbakkanum. Böndin hefðu verið svo strekt að því að báturinn byrjaði að rugga, kiftust hælarnir upp úr jörðinni. Hvað eigum við að gera? Æpti Hrappur. Þau voru öll orðin hálfhrædd, get ég sagt ykkur. Bátinn rak hægt undan straumnum. En það var ekki nema 1 kílómetri út í sjó og þangað myndi bátinn reka nema hann rækist á bakkann fyrst. En þá datt Blámanni litla snjallræði í hug. Hann fór fram í stafn, greip fangalínun og stökk í vatnið. Svo fór hann að synda í átt til lands. Meðan þetta gerist allt saman, voru frú Magnhildur og frú Glaumvör á leiðinni niður að ánni. Þær höfðu með sér nestiskörfu. Frú Magnhildur hefði gefið Glaumvöru gjöf en bannaði henni að opna pakkan alveg strax. Þær lentu auðvitað í rigningunni, en ungfrú Magnhildur hefði haft með sér sólhlífuna sína til þess að hún sólbrynni ekki. En það var auðvitað líka hægt að nota hana fyrir regnhlíf, svo að þær voru eiginlega alveg þurrar þegar komið niður á ánni. En þá var báturinn ekki þar. Hjálpi mér, sagði frú Magnhildur. Hvað hefur eiginlega komið fyrir? Ég vona að báturinn hafi ekki sokkið. Báturinn sokkið? Hvað er þetta að segja? Fór Blámann litli út að róa? Hrópaði Glaumvör. En í sama bili heyrðu þær hróp og köll og svo sáu þær hvar Elísabet Leiknisdóttir og Raggi Rauðmagi og Hrappur Vestmann veifuðu til þeirra bát sem var út á miðri á. En ekki nóg með það. Blámann litli buslaði í ánni. Með annari hendinni hélt hann sér í grein á tré sem slútti út yfir ána og með rananum hélt hann í landfesti bátsins. Hjálp! Við erum skipbrotsmenn! Æpti Hrappur Vestmann í sífellu. Sem betur fór kom Völundur nú aftur. Hann dró bátinn að landi og hjálpaði börnunum frá borði. Glaumvör var mjög hrifin af gjöfinni. Ó, þakka þér fyrir, hrópaði hún. Þú verður að fá vænan koss fyrir þetta. Og hún gaf frú Magnhildi líka vænan koss þegar hún opnaði pakkan og sá fínu gluggatjöldin sem Magnhildur og ungfrú Bóthildur hefðu saumað. Blámann litli og vinir hans höfðu ekki mikinn áhuga á öllu þessu kossastandi, en hins vegar höfðu mikinn áhuga á að vita hvað var í nestiskörfunni. Og ég býst við að þið viljið líka fá vita það. Þar voru harðsoðin egg og tómatar, gúrkusamlokur, súkkulaðikaka, epli og gos handa öllu. En hvað haldið að Völundur og konan hans hafi ákveðið að láta bátinn sinn heita? Nú auðvitað Glaumvöru í höfuð á frúnni.